Komið sæl og verið velkomin að Rauðaborðinu. Ég heiti Oddný Eir og til mín kominn góður gestur, það Róbert Jack, heimspekingur og dósent á menntavísindasviði í veikindaleyfi. Tek það fram vegna þess að það svolítið gaman að biðja fólk stundum að koma hingað til samræðunar, ekki endilega sem einhverju tilteknir embættismenn, heldur líka eiginlega fyrst og fremst sem svona borgarar, virkir borgarar í þessu okkar samfélagi og borgarinn getur þá bæði vísa til sinnar persónulegu reynslu og til sinnar faglegu reynslu. Já. Vel orðað. Þakka þér fyrir. Já, það ágætt að nefna líka í síðu veikindaleyfi að ég smá laskaður þegar mér líður þannig. Og það kannski líka það sem við ætlum að ræða að því þú ert kannski ekki alveg sá eini sem ert laskaður. Það er að segja þetta svona, við verðum að ræða mikið þetta menntakerfi núna undanfarið og oft og alla götur en núna undanfarið hefur áherslan verið svo mikið á líðan barna og unglinga og ungs fólk svona og þetta líðan okkar allra en svona áherslan á líðan barna út af þessu ofbeldi öllu sem af einhverjum ástöðum kemur okkur svona í opnu skjöldu og svona sérfræðingar eru kallaðir til og það bera sama brunni, það alltaf talað að verða auka tilfinningatjáningu barna, það verða hjálpa börnum til dæmis að tjá tilfinningar sínar og spurningin þá bara hvernig förum við að því? Getur þú svona, hvað finnst þér þá niðurstöðu? Jú, mér finnst hún bara mjög góð. Ég meina, hún bara mjög eðlileg og hún búin að vera eðlileg mjög lengi, finnst mér. En mín tilfinning að það hafi ekkert verið mikið svona hlustað á það, ekki nægilega mikið. Þess að við kannski mér finnst þetta, ég hef verið að kenna lífsleikni á menntavísindasviði eða þess að kennarnemum og það þetta bagalegt að vera ekki sjálfur alveg inn í kerfinu þegar maður er í háskólanum þá reynir maður að hafa einhverja tengingu en maður er ekki alveg sjálfur inni en mín skynjun að það sé fjallað vel þetta sumstaðar og kannski bara óvæntum stöðum líka, ekki það sem maður endilega vona því. En þetta bara ekki nógu veigamikið þáttur í skólastarfi. Nei. Það bara ekki nógu mikið hugsað að gera þetta vel og faglega, eða með leiðildi orðið faglega, það svona af því að ég held að þetta sé ekkit endilega eitthvað sem við þurfum öll eitthvað að læra eitthvað svo mikið, við þurfum ekki að fara og fá próf í þessu, skiljiði. Það ekki aðalatrið, heldur að við stillum okkur inn á bara líðan og tilfinningar og tjáningu á þessu og það verði einhvern veginn hluti af því sem við erum að gera í skólan og fáum rými fyrir. Þannig að það er svona kannski alveg það sem mér finnst það skipti máli ég meina, já en ég ætla ekki að tjá mig einstak mál þannig að því að, ekki að því að eða bara því að ég er ekki alveg inn í þeim Nei, en við erum nú að tala kannski almennt svona en það í stundaskrá í grunnskólum núna víða allavega lífsleikni það ekki og vinátta til dæmis bara Þetta lítur rosalega vel út og ég hef heyrt alveg sumstaðar sé þetta mitt bara mjög vel gert en þetta ennþá eins og einhvers konar bara eitt fag, þetta kannski ekki svona eins og þetta ekki svona almenna viðþorf kannski sem að þyrfti kannski að gegnsýra allt það ekki, eða ekki gegnsýra en svona einkenna allt skólastarf. Það þetta líta á þetta með mörgum hætti, ég meina leiðin og sem ég alveg aðhyllist þá hugmynd að við látum skólan snúast meir hið góða líf. Bara hvað það að lifa góðu lífi? Hvað þurfum við að gera til þess? Og það að hjálpa nemendum einhverjum hætti til þess að vera hamingjusamir í lífinu
að það er að vera grunnstef í skólanum. Það er bara að rauninni halda utan skólan. En það eru bara ekki allir sammála um það. Og skólinn í dag er ekki byggður á þessum grunni. Hann er byggður á einhverjum öðrum grunni. Þar sem að við erum rosa upptekin af tölum læsi og ég veit alls konar skiluru sem að mér finnst rauninni stundum bara alveg hjákátlegt af því að þetta er eitthvað svo ég veit ekki mér finnst það bara ekki vera rétt leið til þess að nálgast mannesku að vera greinana í tölum ég meina við verðum hysterísk yfir tölum sem kom úr skólanum yfir út af einhverjum prófum og við reynum að jafnvel að fegra tölurnar og einhvern veginn en þá tala einhver, þeir börn komið einhver já, eða, þú veist, þú veist svo PISA-kannanir, þú veist alveg bara allir verða bara alveg allt fyrir yfirum og ég held við höfum yfirleitt farið bara í þveru eða sko, mín hugmynd er að við þurfum að slaka á og ég held að það ákall hjá mjög mörgum að vera mitt alveg þveröfugt sko að við núna þurfum að fara að spýta í lóana og við þurfum að fara að herða tökin og þú veist, við þurfum að fara þú veist, að börnin er ekki læs og þú veist, við þurfum bara að vera að bjarga þessu þú veist, þetta gerist ekki svona það bara er þannig þú veist, og líka hvort að einhver er orðin eitthvað fluglæs þú veist einhvern tímann, ég veit ekki hvenær hann á að vera orðin fluglæs, en sko það er bara ekkert að fara að segja það hvernig manneskja það verður. Ég meina ég gat valla lesi neitt, ég var 10 ára ég tók doktorsprófi í að túlka og lesa texta, skilur það var mín doktorsritgerð, það var að lesa þannig að vissulega er ég algjör sérfræðingur í því en 10 ára var ég eiginlega ekki læs og ég held að þetta sé sko, já, við þurfum aðeins bara að hitta krakkana sko og aðeins að anda sko, veist, ég held að það sé fyrsta að því að ég held að vandinn sé svo mikið pressan og stressið í kerfinu, þú veist það er að ljóma svona rosa stórt sko, en hvað er ég að tala um? Ég held að streita í kerfinu er bæði fyrir nemendur og kennara yfir alls konar hlutum sem að við höfum að vera að gera, við höfum að vera að klára og veist, við höfum með aðalnámskrá sem segir og erum nú að drífa því þessu og svo framvegis og það er bara ómikið press á þetta, það er ómikið streita. En er ekki líka ómikið pressa það á kennarana því maður hefur líka heyrt það, þeir eru sko undir svo miklu álagi og eru bara komnir í kulnun eftir 2 ári, ég man ekki hvaða tölur einmitt þar liggja, eða sagt, eru þær svolítið svona slæm statistík það hvað kennurum eru, sko, hvað þeir eru bugaðir yfir og þá kemur víst svolítið margt líka það ákveð agaleysi í börnum og einhver úrræðaleysi í skólanum og þessi streita þurfa að standa sig á svo mörgum vígstöðum samtímis, klára einhverja námskrá en líka vera að hlusta á alla kenna öllum að tala, kenna öllum að lesa kenna öllum að vera vinir þetta verður bara of einhvern veginn. Já, það verður svo mikið það er svo mikið af þessu kemur utanfrá sem það sem þú átt að gera og þú veist, og þú átt að gera þetta og þarft að gera þetta og þú tekið öll þessi box og þetta það er sko ok, ég veit ekki hvar ég á að byrja sko en ég held að kannski sé gott bara að einmitt að byrja að tala um kennara og að því að sko kennarar gleymast líka svo oft það er svo áhugavert að ég man svo vel eftir svona tilfinningunni það er þetta svolítið síðan en mér finnst, ég veit ekki hvort það hefur breyst ofboðslega mikið en það er oft þessi hugmyndum kennara þessi bara svona einhver þjónustu fólk sem á bara að gera það sem búið ákveða að gera. Það verður svolítið þannig hugmynd. Þannig að ef það kemur inn nú á að gera vináttuverkefni, nú á að gera þetta starffræðiverkefni eða náttúrugreinar eða eitthvað og þú veist það verður svolítið svona eins og kennararnir eigi bara að vinna þetta. Og það er það sem bara tökum lífsleikni sem dæmi. Það er oft það hefur verið sett sko lífsleikni að því lífsleikni hefur ekki alltaf gengið vel
og ein af ástæðunum held ég að sé að það hefur bara verið sett á einhvern að sinna lífsleikni og þetta bara svo óbáslega röng nálgun á því hvernig góð kennsla fer fram. Þú veist, þetta bara svona svolítið eins og við þurfum að fá okkur til að vaska upp, skilurðu, allir geta vaskað upp, nú bara þið vaskið, þið tvö þarna, sjáðum að vaska upp, skilurðu, lífsleikni kennsla, starffræði kennsla, það engin kennsla svona. Þú verður að hafa áhuga á þessu, þú verður að skilja hvað þú ert að fara að gera og þú verður að hafa rými til að undirbúa þig og svo framvegis. Þannig að það eitt. Getum við aðeins fyrir ekki að setja svona, ég að hugsa hlustendur og áhorfendur sem kannski vita allir hvað lífsleikni en ég bara veltaði fyrir mig samt, þetta svona svolítið nýtt, þetta ekki svo starffræði. Getur nokkuð sagt svona bara hvað lífsleikni í stuttumáli? Já, ok. Sem fag, eða þú veist. Ok, það eiginlega svona kjarnin í kannski, þetta góð spurning fyrir til þess að kjarna kannski aðeins það sé alltaf að segja eitt sem vandamálið. Ok, ég ætla núna að tala út frá samfélagsgreinum, það svona mitt sjónarhorn. Þú veist, tökum samfélagsgreinar. Í aðalnámskrá kafli samfélagsgreinar. Lífsleikni hluti af samfélagsgreinum. Og samfélagsgreinar eru margar, eða skilurðu, það er saga, þú veist, það trúarbragðafræði, það lífsleikni, það heimspeki, það landafræði, þjóðfélagsfræði, skilurðu, þetta eru svona einhverja greinar. Og þetta mjög margar greinar og mismunandi. Það er taka á öllum samfélagsmálum, það er taka á, þú veist, líka á svona hvernig maður einhvers konar sálfræði eða lífslist eða hvernig maður lifir góðu lífi, þú veist, lífsleikni á að fjalla eitthvað slíkt. Þetta líka inn í samfélagsgreinum. Í aðalnámskrá kemur fram að það er svona einhver viðmiðunar stundaskrá hvað á að kenna mikið af hverju. Og þar kemur fram að það kenna rúmlega 10% af stundaskráni eigi að vera samfélagsgreinar. Samfélagsgreinar fyrsta lagi eru samfélagsgreinar mjög vítt svið. Sem gerir það verkum að það er mjög erfitt að ákveða hvað á veri í þessum 10%, af því að 10% mjög lítið. Þannig að, og bara lífsleikni, ef þú skoðar bara efnið sem til lífsleikni sem hafa verið gefið út af ríkinu, þá það mjög vítt. Þú veist, það umferðarfræðsla, þú veist, það kynfræðsla, það eitthvað tilfinningar og líðan og alls konar hluti. Og vandamálið sem kennarar standa frammi fyrir að þeir eru með aðalnámskrá sem segja þeim að gera alls konar hluti sem fyrsta lagi mjög erfitt að skilja nákvæmlega hvað af því að líka lýsingin á samfélagsgreinakaflanum frekar ruglingslegur. Það alls konar stór og falleg hugtök en það ekkert hvernig maður á rauninni almennilega að gera þetta. Hvað ég að reyna að segja? Ég er að reyna að segja samfélagsgreinar og lífsleikni þeir illa lýst í aðalnámskrá því það á að taka mjög stuttan tíma og það verður engin, þú veist, það ekki hægt að vinna almennilega með þetta. Þú veist, það ekki skýrt hvað að gera og þetta verður svona einhvers konar hálfgerður ruglingur. Þannig að, þú veist, hvað á maður að gera í lífsleikni? Ég segi alltaf við mína nemendur í lífsleikni, það ekki skýrt í aðalnámskrá eins staðar hvað að gera, þú eiginlega bara að ákveða það. Og þá það rauninni á herðum kennarans að ákveða hvað að gera, sem gott, finnst mér, af því að ég vil dreifa valdinu til kennara, en það erfitt fyrir kennara að taka þetta að sér, vegna þess að það mjög margt annað í gangi og svona, þannig að... En varst þú ekki einn af þeim sem varst einmitt fenginn á sínum tíma fyrir mörgum árum? Var ekki þú og Ármann og fleiri sem voruð að búa til fyrsta námsefnið lífsleikni? Nei, ég var ekki Nú, þú varst ekki því? Nei, ég var ekki því. Við vorum einhvern tímann að búa til einhver svona lýsing á einhverjum heimspeki áfengum sem voru átt að vera eitthvað. Nei, það var fyrir framhaldsskólan þess að. Já, ég ruglast. En var þarna, en samt hvernig þú myndir skilgreina lífsleikni?
hvernig þú kennir það samt, skilur já, ok, já. Þetta í aðalnámskráin, það greinilega bara einhvern veginn vöndun og definísjón, þannig að það er mjög erfitt að framfylgja því. Já, það er mjög erfitt að framfylgja því og sem reyndar, ef ég bara maður klára það, sko, það er reyndar ágætt að það sé erfitt að framfylgja því. Þannig að ég vil bara mér finnst miklu betra að fólk finni sjálft hvað þarf að kenna og vill kenna. Kennar eru fagfólk. Við höfum að treysta þeim til þess að kenna. Og það er mjög óheppilegt að vera og það er eitt af því sem ég finnst aðalnámskránni. Hún er að reyna að segja fólki hvað það á að gera. Það er illskiljanlegt, og það er að fara tvær leiðir, sko. Af því það er illskiljanlegt, þá getur verið að reyna alveg að gera allt til að skilja og túlka hann texta og útfæra hann, sem er þá bara, það er þá eitt vesenið. En ef þú sérð bara í gegnum þetta er óskiljanlegt, ég veit ekki hvernig ég á að fara að þessu, þá gerur þú bara það sem hendar þér og það er náttúrulega bara miklu skárara, skilur. En það er mjög óþægilegt að þurfa að hafa þetta plagg þarna sem það er ekkert eiginlega hægt að nota. En ef þetta er svona stuttur tíma og ef þetta er svona stórt svið sem kennari, maður getur ímyndað sér ef þú þarft að ákveða hvort þú ætlar að kenna börnum að umferðarreglurnar eða að tjá tilfinningar sínar, þú veist, ef þú hefur bara stuttan tíma og þarft að velja milli, þetta er ofboðslega svona ólík svið og kynfræðslu eða vináttu, eða þú veist, þetta er einhvern veginn, mann veit, eins og þetta hljóta að fara allt saman. En hvernig skilgreinir þú það? Þú ert að kenna kennarinn. Sko, auðvitað er sumt að þessu svolítið aldursbundið, skilur, en þú getur talað um tilfinningar alls staðar. Þú veist, en það sem ég hef lagt áherslu á er bara svona tilfinningahliðin, skilur, að tengjast sjálfum sér og svona kannski fjallum, það með því kalla dygðir, svona einhverja svona að reyna að skilja hvernig er gott að haga sér, vinátta er náttúrulega bara æðislegt viðfangsefni og þú veist, hvernig er maður hugrakkur og alls konar svona reyna, já. Það er þessi svona vinkil sem ég hef meiri áhuga á sem lífsleiknikennsla. Ég held að það sé meiri skortur á því og meiri vöndun. Og þarna finnst mér líka sem að aftur kristallar svolítið í þessari aðalnámskrána pælingu er að aðalnámskráin er einhvern veginn að tekur á okkur eða vantar í hana sko þetta rými til þess að við fáum að stjórna sjálf. Þú veist, og þetta á bæði við nemendur og kennara. Þú veist, við eigum að vera að gera eitthvað, það er búið að segja okkur, við eigum að vera að gera eitthvað, við vitum ekki alltaf hvað það er, sem er náttúrulega mjög streituvaldandi, en þó við vitum hvað það er, þá er það líka streituvaldandi þá erum við að keppast við að reyna að gera það. Og ég held að skólinn er bara að vera opnari. Ég held að skólinn er að vera, þú veist, meira frelsi fyrir nemendur og kennara að tjá sig og finna hvað þeir vilja að gera. Og ég held til dæmis sumir nemendur eiga bara að hreyfa sig meira en aðrir og sumir eiga að lesa meira en aðrir að þeir vilja það. Og þá er það bara samræðan líka. Þú náttúrulega hefur skrifað hversdags heimspeki og þar ertu með kafla einmitt það sem þú ert að tala tilraunir til að koma á heimspeki kaffihúsi. Já. Það sem er svona fyrir almenning, þar sem er verið að virkja svona þetta gamla svona gríska módel að fólk komi virkilega og ræði hlutina. Og það sé kannski einhverjir sem að hjálpi til við það, er það ekki að svona leiða samræðin áfram eða? Jú, það er ein leið sem ég hef stundum notað í háskólakennslu og ég notaði framhaldsskóla líka. Það er svona sko tjáning okkar er rosa mikilvægt. Það er rosa mikilvægt að við finnum einhvern veginn, ok, það er kannski svolítið stórt að segja að maður finni sjálfan sig, en það er mín reynsla af því að vera háskólakennari er að það er ansi stór hópur af nemendum sem ekki hafa fundið röddina sína, sem ekki hafa fundið leið til þess að spyrja sig, hvað finnst mér þetta? Þessi rödd og fá okkar svar. Allavega því ég spyrði þá, kemur svolítið lítið stundum, skilur þið. Við hefum oft frábærar samræður og ég kvart ekki skilur við nemendum, en það er samt stundum eins og þetta vanti og mér finnst eins og það hafi verið þaggað niður. Þannig að samræða er rosa mikilvæg og hlustun er rosa mikilvæg.
það er rosa mikilvægt að við finnum einhvern veginn og ekki bara í orðum ég meina kannski bara vil ég bara smíða skilurðu eða mála mynd eða hlaupa eða eitthvað þú veist, það er einhvern veginn að ég geti tjáð þína líðan í verki eða samræðu og einhvern hátt og samt verandi með öðrum og hérna í þessu samfélagi þá sem skólinn er skólinn er náttúrulega samfélag þú veist, hérna er ég að tala um það er náttúrulega mjög mikilvægt en það er einhvern veginn eins og svona að það sé eitthvað frírými í skólanum þar sem við getum þar sem að hver og einn hefur stjórn á því hvað hann að gera Já, en þá var náttúrulega kannski komið einmitt að lykilmáli þetta með stjórnina sko, hver á að stjórna eða ef ég skilur rétt þá vartu svolítið að segja að það er oft verið við tökum okkur tæki við verum að stjórna þessu betur en kannski vantar aðeins upp á að leiðbeina nemendum það hvernig þeir geti stjórnað sér sjálfur þannig að það vantar þessa sjálfstjórn og sjálfsábyrgð eða hvað? Nei, ég vil segja þetta öfugt sko. Það er sko það vantar að láta gefa eftir rýmið til nemenda og mjög oft. Mér finnst það oft vera eins og í samræðu það er það sem að ég lít svoleiðis á ég hitti nýjan hóp eða þá vil ég reyna hjálpa fólki að nemendum að skilja að við berum sameiginlega ábyrgð á rýminu hérna. Og þá vil ég reyna að sleppa tökunum þannig að ef einhver segir eitthvað sem að bara allir hvað hann að segja skilurðu þú veist að þá vil ég halda róminu og segja ok, þú segir það, af hverju segir það skilurðu, ég vil gefa öllum færi á að vera það sem þeir þurfa að vera á þessum stað á þessum tíma. Já, ég skil. Þannig að það sem ég orðaði, ég sagði að kenna fólki sjálfstjórn, það er að segja að stýra fólki til þess að stýra sig sjálfu og það er umverulega mótsögn þannig að segja nei, það þarf bara að gefa eftir stjórnina það kallar á einhvers konar stjórn samt það að ákveða að gefa eftir stjórnina og búa til einhvers konar rými en samt að búa til rými og þar kom þetta mér líka eins og þetta fyrirbæri sko frímínútur að því þar á sér stað mesta eineltið, þar á sér stað mesta ofbeldið í skólanum virðist vera og svo kom en bara aftur úr þessum frímínútum og þá kannski eru sumir að segja kennaranum sem kallast að klaga og allt þetta og þá er eiginlega bara skólakerfið alveg að sökkva þú veist, þá raunverulega virðist kannski þurfa heilan tíma sem á að vera kannski starffræði eftir frímínútur þyrfti að vera bara heil tími þar sem er að gera upp allt það sem gerist í frímínútunum og ræða það en þá er það kannski bara, það er ekki svigrúm fyrir það Já, sko, ég get nú ekki kannski alveg leyst hérna fyrir þig vandamáli með einelti í frímínútum en ég held að hluta því sé ástæðunni sé bara þú veist sko pressan eða þú veist eða einhvern veginn ég veit við að þú veist kennarar er aðeinslega fólk skilur og ég þekki þá ógeðslega marga og það er einhvern veginn aðstæðan sem við settum í er rosa oft að vera að reyna að halda loki á einhverju og stýra því einhvern veginn í einhvern farveg og rosa margir af nemendunum vilja ekki fara í þennan farveg skilur við, það hendar þeim ekki einhvern veginn og þegar þeir koma í frímínútur þá einhvern veginn fer allt kannski bara þá springa þeir kannski og þá er kannski það uppskrift á alls konar vesen líka skilur við þannig að ég held að ég sé sko ok, ég ætla að reyna að útskýra eitt hérna sem að mér finnst sko ég var eins og kenn í skóla og það var á Bifröst og þetta var svona háskólanám eða þetta var svona undirbúning fyrir háskólanám og það var hefð þarna að það væri rosa mikið vinna í náminu það var rosa mikið að gera nemendur fengur rosa mikið að verkefnum og þeir voru rosa mikið að skila verkefnum og svo fékk ég það verkefni að kenna heimspeki
og einhvers konar og ég fór að láta það hugsa sko, og ég fór að láta hafa svona spurning, já hvað finnst þú, hvað er réttlæti og svona og eitthvað svona og bara allir og það var bara panik í hópnum veist, og bara hvert er svarið, við viljum vita hvar við finnum svarið skilurðu, ok þetta er ekki diss á nemendur eða einhver, skilurðu, en þetta er smá diss á þetta fyrirkomulag, menn að þess að nemendur voru bara vanir að, þú veist, við fáum verkefni, við verum að drífa okkur og við bara finnum svarið eitthvað hérna á þessar blaðsíðu eða þarna á netinu og þú veist, við skrifum það og skilum verkefni, skilurðu. Svo allt í einu fengum við eitthvað svona verkefni þar sem við bara, já, nú ætlum við bara að pæla í þessu. Og það bara kunni ekki að fást við það, skilurðu. Það er það sem gerist svo oft í svona kerfi þegar þú ert alltaf í einu fari eða það verður alls ráðandi, þá ef þú ætlar að fara að gera eitthvað annað, þú ætlar að fara að slaka eitthvað á, þá verður bara allt brjálað, skilur þannig að ég vil meina að sko vandamáli sér svona djúpstætt skilur, þannig að það er svona að vera alltaf að lappa upp á eitthvað sem er ekki í lagi þú veist, það er bara erfitt. Já, manni líður aðeins þannig núna þegar ég hugsa mér, svo gengur þetta hjá sko, þú veist, þetta það var svona hræðilegt atvik að það slys í miðbænum með hnífum, morð, bara missir og þetta er svona vekur okkur öll til svona vitundar að það sé eitthvað að og við erum öll einmitt á því að það sé eitthvað að og það eru kallaði til sérfræðingar og það eru þetta bara lítur að vera af hinu góði eins og líka eftir hruni þegar það er alveg séns ég trúi því, við getum alveg kannski breyta þessum stefnu en spurningin er þessi, hvar mitt er samt svigrúmið til þess, eins og þú ert að segja. Ef það er raunverulega ekki innbyggt í skólakerfið, á það þá að vera bara á heimilunum, þú veist, á eftir, er þetta foreldrarnir, segjum sér svo núna að við getum ekki breytt skólakerfinu bara fyrir áramót. Já. Getur þú svona séð hvernig hvar getum við byrjað á að svona koma þessari tilfinningatjáningu til dæmis, eða virkja eða örva eða... Já, við þurfum að hlusta á alla, skilur og börn líka, skilur við þurfum að hlusta á börn, við þurfum að leyfa þeim að tala og leyfa þeim að vera vitlaus og leyfa þeim að segja alls konar skrípá og við þurfum bara og líka taka þau alvarlega veist, í því sem þau eru að gera og þegar sem þeim finnst alvarlegt og það er þessi nálægð við, þú veist, við manneskjuna sem að skiptir einhvern veginn öllu máli, þú veist, í svona. Þú veist, ég veit ekki, þú veist, einhver sem að dregur upp hníf í aðstæðum og, þú veist, það er eitthvað að, skilurðu. Þú veist, það er eitthvað mikið að. Ég veit ekki, ég þekki ekki sögun eins af neinum sem við erum að fjallum í fjölmiðlum en veist, það er bara ég trúi því að allt svona hegðun og svona sem er af þessu tagi eigi sér sko rætur í bara áföllum og erfiðleikum sem að þú veist, er ekkert alltaf þetta já, ég veit ekki hvernig að orða það, hvort það er að koma í veg fyrir það. Stundum er þetta bara í uppeldi okkar, vegna þess að við vitum ekki betur. En svo er bara heilmikið, þú veist, krakkar sem eru inn á heimilum sem er einhver skilgreindur vandi, skilur það er bara ógeðslega erfitt. Og þau þurfa bara nálægð, skilur þau þurfa að fá tækifæri til þess að tjá sig, þau þurfa að fá tækifæri til þess að vera reið, þau þurfa tækifæri til þess að finna einhverjum ekki væntu þau og svo framvegis. Þetta er bara það sem þurfum að gera sem manneskjur, það er svona einhvern veginn, já við þurfum einhverja faglega þekkingu, ég meina við þurfum bara að vera mannleg, skilur það er fyrst og fremst, mér leiðist rosalega þetta að við þurfum alltaf einhverja fagmenn, ekki að dissa fagmenn, en ég bara að segja ef enginn gerði neitt að því að hann væri að bíða eftir fagmanni, þá gerðist ekkert í heiminum, skilur. Þá við þurfum ekkert fagmennsku til þess að vera
manneskileg og sína kærleika, skilur, það bara hluta því að, þú veist, vera manneskjur. Við erum að skilja, þú veist, að sumir eiga erfitt, suma dag og meir en aðrir og bara eins og, já, þú þarft ekki að vera fagvinur, þú ert bara vinur einhvers, þú ert í vináttu sambandi og og ástarsambandi og slíku, þetta náttúrulega rosalega áskoranir, vináttan og ástin og sem að við verðum að þjálfa okkur í sko, en sem og getum alveg þetta fengið hjálp frá fagfólki, ég verð nú að svona segja það er mjög gott ofta að fá hjálp sérstaklega ef það eru mikil áföll og allt þannig, en þetta bara hver að þá að foreldrar og allir bara, kannski bara að við gefum okkur það meiri tíma ég meina, þetta náttúrulega til þess að hlusta á aðra kannski og spyrja hvernig einhverjum öðrum líður og hlusta þá til enda og að biðja einhvern að hlusta okkur einhvern vin okkar og ekki og kannski engin afsökun þótt að það séu þetta að vera að segja núna, það efnahagskrísa og fólk bara svolítið bugað líka, hefur lítinn tíma og meira að vinna og getur kannski minna lyft sér að svona dvelja með börnunum sínum í þessu svona rýmum sem eru óskilgreind, svona frírými. Já, ég meina auðvitað það eitthvað svona klísja, skilur að við þurfum að hlusta á börnin og þetta, en það er bara einhvern veginn satt og við þurfum líka að hlusta á okkur, þú veist, eins og segir getur þú hlustað á mig, skilur til dæmis, kannski bara að því að það er ótrúlega áhugavert þegar maður heyrir eða þegar maður stundum hefur gefið einhverjum færi á að tjá sig, sko, og finnum að hvað fólk hefur mikla þörf fyrir það. Þú veist, það er rosa margir sem að greinilega ekki að fá að tjá sig neitt mikið og þú veist, að segja hvernig þeim líður og hvað að gerast og hvað að hugsa og eitthvað svona og þetta oft, það rosa mikið náttúrulega sem við förum í að finna lausnir, sko, ef þetta eitthvað, en oft það bara hlusturinn fyrst, það bara aðalatriði. Við vitum oft ekkert hvað við að gera fyrir fólk, að bara hlusta og leyfa því að kannski að finna lausnirnar sjálf. En sko það er eitt í þessu, sko, kannski sem að við getum samt eins og í skólum og aukið og svona, að það er alltaf að koma betur og betur í ljós og við erum að sjá að það er að koma bækur út þetta og sálfræðingar og aðrir að tala það, sko, hvernig áföll í lífinu breyta viðbragði manns við hlutunum. Þess að maður ef maður verður fyrir áfalli þá verður maður öðruvísi manneskja. Það er einhvern veginn, verður maður verri eða eitthvað, nei, ég meina, þú veist, maður ennþá manneskja og maður á skilið allan kærleika og allt það, en maður bregst öðruvísi við, þú veist, og þetta alveg skiljanlegt, þú veist, ef maður veit að maður lenti í bílslysi og það kemur bíl nálægt manni, þá kannski bregður manni og þetta bara mjög svipað í lífinu og eitt af því að maður lokar á sjálfan sig, maður lokar á tenginguna við sjálfan sig. Þess vegna svo sko mikilvægt að reyna að opna hana til þess að við getum haldið einhvers konar þræði, einhverju tengingu og hvað meina ég? Þá meina ég bara, hvað vil ég? Skilur, hvað vil ég? Hvernig líður mér núna? Þannig að ekki bara hvað finnst fólki það hvernig mér á að líða. Vilja foreldrar mínu að ég sé núna glaður? Þú veist, það snýst ekki það, heldur hvað ég vil og þú veist, meðvitund þetta gagnleg, skilur, bara fyrir alla og eða viðurkenning til dæmis á því að fíkn á rætur í áföllum, það rosa stór hlutur, leiðut farin að skilja það, fíkn eða erfið hegðun á rætur í áföllum fólks, þá allt í einu, já, kannski þessi manneskja að kalla hjálp, kannski hún að flýja, skilur, kannski fattaru, það verður allt í einu, hún ekki bara vond eða. Já, en Íslendingar nú kannski bæði orð, það nú svona fleiri og fleiri sem tala og viðurkenna áföll sem svona orsaka þátt bara í sinni líðan og sínu lífsmunstri, en mann finnst kannski við vera dálítið líka svona hörð, ja, þessi svona, maður finnur bara hjá sjálfum sér svona, það hefur nú allir verið orðið fyrir áföllum, hvað þetta nú verið einhvern veginn, þetta nú ekki aðeins svo mikið að vera einhvern veginn að hanga í þessu
tala áföll og þú veist, hvernig skilgreinir allt í nóg það orðið áfall að bara þetta heyrir maður nú alveg líka sko, það allt í nóg áfall fyrir börn bara að fá ekki PlayStation 12 eða þú veist, þetta verður svona áfalli verður allt í nóg svona gengisfelst svolítið, en þú ert að náttúrulega tala svona tilfinningalegt áfall. Jú, já, ég meina að það þá tilfinninga, getur alveg verið tilfinningalegt áfall að fá ekki PlayStation 12 sko. En ég meina það áfallið ekki atburðurinn, þú veist, það eitt sem að mjög mikilvægt að skilja, áfallið ekki það sem gerist vegna þess að ef að einhver fær ekki PlayStation 12 og það er rosalega vont dæmi samt, já. Nei, en ég meina við getum tekið einhver, þú veist, það getur eitthvað gerst sem erfitt, það getur einhver öskrað eitthvað og fyrir einn verður áfall vegna þess að viðkomandi nær ekki að fást við það enginn sem að hann getur ekki tjáð sig það fær enga hjálp í því sem og það getur átt við það var náttúrulega sérstaklega barn. Ef að það barn sem að nær hins vegar að tala við eitthvað fullorðið, það var öskra á mig og skilur nær að tjá það og fær kærleiksríka fær faðm til þess að kúra í og svoleiðis. Þá kannski verður þetta ekki áfall, skilur þetta verður ekki áfall sem að erfist áfram eða fólk heldur í. En þú veist, þannig að áfallið alltaf eitthvað sem að inn í manni, skilur, það ekki atburðurinn sjálfur. Þetta líka marklaust að bera saman áföll, þar að segja út frá þessu hvað gerðist það var ekkert sem henti þig miðað við það sem henti hana og svoleiðis, það svolítið svona kapplaup, áfallakapphlaupið kannski stundum. Já, það svolítið ofbeldi sko. Já, það ofbeldi, af því að þetta svo mjög góð skilgreining að hugsa þetta einmitt út frá því áfall eitthvað sem verður til innra með þér ef að þú færð ekki nærði einhvern veginn ekki að vinna úr því. Já, nákvæmlega. Þú nærði ekki að vinna úr því, þú nærði ekki að koma heill út úr því, þú einhvern veginn ferð að skammast þín fyrir sjálfan þig, þú ferð að hafna hluta af sjálfum þér, þú nærði ekki að haga þér eins og þú hefðir gert áður. Þannig að, og það mjög mikilvægt, en þetta með að bera saman áföllin, þetta mjög mikilvægt að þú veist, við erum öll að fást við eitthvað sem manneskjur. Það allir að fást við eitthvað. Ég bara trúi, ef við værum ekki á þessari jörð ef við þurfum ekki að fást við eitthvað, og jú, sumir bera þyngri krossar en aðra, það svona virðist ljóst, en þessi samanburður ekki gagnlegur, Sumir eru, þú veist, sumir eru kannski athyglisjúkir að fara með í fjölmiðla, en sumir eru líka bara taka það sem sína svona missjón að tala um það og reynilega gefa gott fordæmi, en það, mér finnst líka vanta svolítið þetta að við gefum því gaum að tala og tjá okkur að það sé þess virði að tala eitthvað þótt að sé kannski ekkert eitthvað svakalegt sem gerðist. Mér finnst það svona svolítið við þurfum að kenna börnum það líka. Já. Ekki bara, ég alltaf að klifa því, mér finnst svona svolítið skakt hvað bara morðsögur seljast mikið á Íslandi og hvað eru margir sem skrifa morðsögur. Já. Og hvað eru margar fréttir morð og svona mikil umræða og þá hugsa bara með sér, þú veist, fá börn þau skilaboð að, þú veist, það fær engin athygli nema að gera eitthvað svona svakalegt. Já, það áhugavert að maður þurfa að gera eitthvað svakalegt til þess að fá athygli. Já, það náttúrulega skelfilegt. Ég meina maður ætti að geta fengið athygli bara, þú veist, ef maður að fást við eitthvað, skilur, þess vegna það svo mikilvægt að við ekki að dæma það, þú veist, ef að krakki kemur og hefur lent í ykkur sem að þið finnst lítilsáttar og þú skynjar að kannski mun ekki valda stórkostlegu skaða, þá það allt í lagi, þá getur kannski einhvern veginn reynt að koma því til skila, en maður verður að virða tilfinninguna sem kemur. Það það sem skiptir máli. Tilfinningin eitthvað sem býr í manni og maður verður að fá að tjá hana, en maður verður að viðurkenna hana, því að ef maður hafnar henni að þá fer hún undir niðri eins og Freud talar hún felst og kemur út einhvern veginn síðar oft sem ofbeldi eða sjálfskaði eða skaði á þeirrum einhvern veginn en er þá hægt að segja bara kannski að þú myndir sjá fyrir þér skólakerfi sem væri
byggt upp eins og svona bara eitt stórt heimsbyggikaffihús eða eitt stór áfallamiðstöð eða sem sagt einhvern nátt þar sem að væri rými til þess að bara nemendur að læra eitthvað en kannski í staðin fyrir að lífsleikni og tilfinningatjáning sé bara svona 5-10% á stundatöflu að þá sé það eitthvað sem grundvöllur skólakerfisins. Það að hjálpa krökkum að tjá sig um efnið, það sem að læra en líka sína líðan og líðan kannski gagvart efninu sem að læra. Já, það kannski þetta einhver leið til, en sko ég held að skólinn náttúrulega kannski verður ekki staðurinn þar sem fólk endilega fæst við áföllin, ekki nema einhverju sérstöku tilföllum, skilur ekki stóra áföll eða svoleiðis að skólinn getur verið staðurinn þar sem hlusta á þig, skilur þar sem að ef eitthvað kemur fyrir þig að þá getur þú tjáða og það hlusta á þig og þar sem þú getur sko unni með það sem inni í þér einhvern veginn, þú getur treyst í að ef þú ert að gera eitthvað að þá fáir pláss til þess eða það tekir mark á því þið vantar að gera þetta núna þú veist, ef þú getur ekki verið þarna inn í þessum tíma og þú ert að urlast inn í þér skilurðu, af vanlíðan að þá sé skynjun á því heyrðu, þessi einstaklingur getur ekki verið þarna við verðum að leyfa honum að vera einhvers staðar annars staðar skilurðu, annars ert að kenna honum að hafna sjálfur sér þú ert að kenna honum að standa ekki með því sem hann finnur að það sem hann þarf að gera. Fattarðu? En þá þarftu náttúrulega starfsmann til að fara með honum eitthvað annað og það Já, ég veit. svelt skólakerfi þannig að þá Já, ég meina, þú veist, ég veit ekki það rosa erfitt að sjá fyrir sér eitthvað svona drauma skólakerfi. En þú veist, eitt sem að mér finnst ógeðslega skemmtilegt að hugsa það skóli sem heitir Sudbury Valley skóli í Bandaríkjunum þar sem að rauninni bara nemendur alveg frjálsir og svo það einhverjir kennarar en í grunni þetta þannig að það einhverjir kennarar og svo bara nemendur og nemendur gera bara það sem vilja og þeir þurfa ekki að læra neitt, það ekki svona námskrá en ef þeir vilja eitthvað læra til dæmis stærðfræði þá fara og finna einhvern kennara sem gæti kennt þeim stærðfræði sem dæmi þannig að þeir geta verið þarna í 10 ára þess að læra neina stærðfræði, þeir vilja það ekki og þeir bara læra að lesa þeir vilja að læra að lesa þannig að, en mér skilst nú að með þær heimildir sem ég hef þá læra allir einhvern tímann að lesa sko en það ekki mjög mismunandi sko, það getur verið 8 ára eða 6 ára eða 10 ára eða 12 ára skilur eitthvað Og fara einhverjir úr þessu skóla til í framhaldsnám eða? Já, þeir gera það Hvað er þessi skóli segirðu? Sudbury Valley og mjög áhugavert hugmynd og ég er ekki með einhverjar margar og miklar ekki rannsaka þetta óbáslega mikið en það er mjög áhugaverð lýsing á þessu sem ég hef lesið og það er einhvern veginn svona nemendur verða bara svona algjörlega sjálfstæðir þeir sjá bara og líka bara áhugavert hvað eru fljótir að læra sko bara námsefnið þegar þeir virkilega ætla sér að gera það þannig að það tekur það kannski nokkra vikur að mánuði að læra ég segi mánuði nokkra mánuði að læra allt að stærðfræðiefni í grunnskólans skilurðu af því að þeir ákveða bara þetta er það sem við viljum gera og við viljum gera það núna og ég held við séum oft það rosa mikil tím sem fer hjakki einhverju svona og svo bara einhvern tímann þar segir nemandinn já, heyrðu, ég þarf að læra þetta því ég er að fara í verkfræði eitthvað þá bara drífa þessi að læra það og þannig að allar þessar rosalega áhyggjur að við sem að dragast aftur úr nemendum bregðast nemendum því að þeir eru ekki, við erum ekki búin að pressa á þá til þess að læra þetta þeir eru þarna ég bara mér finnst lífið ekki vera svona sko þetta er ekki eins og verksmiðju framleiðsla sem við þurfum að tryggja einhverju grunn framleiðslu afurð sér í lagi Það 100 ár síðan að bréf til Láru eftir Þórberg kom út núna í ár og hann var nú gagnrýna skólakerfið mitt fyrir að vera svona eins og verksmiðju framleiðsla á einhverjum einhverju sem var gersamlega gagnslaust en eftir 100 ár þá getum við kannski eitthvað til að lesa Þórberg aftur en þegar þú kemur úr veikindaleyfi og fer að starfa sem dósent á menntavísindasviði Háskóla Íslands
Ætlar þú þá að reyna svona að leggja þetta mörkum að breyta skólakerfinu í þarna svona stjórnlausan skóla þar sem að þetta er það muni ganga? Sko, við erum náttúrulega á háskólastíð erum svona hluti af einhverju svona kerfi, sko. Veist, nei, það gengur ekki vel. Ég meina, við erum í kerfi þar líka sem ákveðið og það líka þar pressað svona hluti, sko. Til dæmis að vera í góðu samtali við alnámskrá. Og þú veist, þannig að það þetta bara hluta minn í kulnun, skilur. Það hérna svona pressan hvernig maður á að vera og hvað maður á að gera sem háskólakennari. Já, ég meina, auðvitað er það bara mikilvægast að hérna finna, en þú veist, það líka spurning, sko, ok, ef ég færi að segja það, ef ég ákveða að það fara að predika, já, nú ætlum við bara, ég vil bara að við gerum þetta eins og í Sudbury Valley. Þú veist, það náttúrulega, þú veist, maður verður líka að taka eftir því að sko, það ákveðið mikið stór stökk þanga, sko. Þú veist, og til þess að það verði þá þarf að ansi mikið og rosa mikið af fólki að sleppa tökunum, sko, á hlutunum. Og það, ég meina, til dæmis eitt sem að þeir segja, við viljum ekki kennari í Sudbury Valley sem að ætla að fara að bjarga eða hjálpa börnunum að eitthvað, skilurðu? Nei, þú bara láta börnin vera, sko, bara láta því friði. Þú bara treysta því að börnin, það sé eitthvað inn í börnunum og umhverfið þeirra sem hjálpa þeim að skilja hvað þau þurfa að gera í lífinu, hvað þau þurfa að læra núna og í framtíðinni. Og ég myndi vilja segja það að minnsta kosti, sko, við verðum að sleppum aðeins tökum, treystum til dæmis kennurum. Þetta er eitt af, þú veist, þetta er bara stjórnumlegt atriði, þú veist, það er einhvern veginn einhver hugmyndum að yfirmenn viti best hvað undirmenn eiga að vera að gera. Þetta er algjört bullshit. Þetta er bara bullshit. Ég meina, undirmenn eru í aðstæðunum, þeir vita hvað er að gerast á gólfinu, hvort sem þau eru kennarar eða einhverjir aðrir. Kennarar vita hvernig það er að vera þarna. Og svo er fólk einhvers staðar á skólaskrifstofum eða háskólum að segja því hvað það á að gera. Þú veist, og hvernig það á að haga sér. Það er bara, við erum að drukna já, en þið, skilur, fattaru? Jú, ég skil, en svo er líka þetta með að sleppa takinu, er það ekki stundum svolítið miskilið eins og að bara afsala sér ábyrgð? Það er að segja, mér stundum þegar verið að segja við verðum bara að láta börnin í friði. Já. Og leyfa þeim að leika og hérna kom heimspekingur og tala hinn frjálsa leikhúsuleið, sko, sem er mjög mikilvægt. En svo er samt þetta, sko, ofbeldi sem á sér stað á skólalóðinni og þá virðist ekki vera neitt, kannski ekki svo, það er ekki tiltæk eyru eða einhverjir til þess að taka, mér veist þar ekki eigi að sleppa takinu, þú veist, að leyfa krökkunum bara að beita ofbeldinu í friði, sko. Nei. Því að þetta sé fallegt hjá þér, finnst mér fallegt trúa að við höfum öll innra með okkur einhverja farsældar hugsun okkur sjálf og aðra, en þá er náttúrulega líka samt þessi bara því miður, vanlíðan og ofbeldi, þannig að mér finnst einhvern veginn að sleppa takinu. Ég finnst svolítið mikilvægt er ekki að gera greinarmun á því að ekki afsela sér ábyrgðin, þú ert þarna til staðar samt er það ekki ef eitthvað kemur upp á í þarna Sudbury. Jú, sko, já. Og ef einhver biður þig hjálp, þá ertu til staðar. Algjörlega, ég meina, þetta Sudbury er eitt og svo er íslenskt, þú veist, hvað gerist í íslensku skólakerfi, eins og ég lýsti áðan því að tala um kennslun í Bifröst, þú veist, það er einn punktur sem ég myndi segja þetta sem hún nefnir. Sko, leið og þú sleppir tökunum á, fólk er í pressu, undir pressu, leið og sleppir tökunum þá eitthvað bara, þá bara, fólk bara annarkvæmst slakar á og bara gerir bara þú veist, eða það bara loksins þurfum ekki að gera neitt, skilur einhvern veginn, og þá gerir það ekki neitt, skilur af því að það er búið að vera undir svo mikil pressu, það er bara tíma til að slaka á, þú veist, kannski er það kulnun mín, líka minn sagði bara Róbert, nú ætlum þú ekki að fá neina orku en þess að þú er bara búin að vera undir ómikilli pressu þannig að við ætlum ekki að gefa þér orku til þess að starfa, skilur, ég held það þú veist, þannig að þá bara allt í einu gerir fólki, eða þá verður bara allt brjála, skilur, aðrir bara fara og hlaupum og já, þess að lemja þar og eitthvað svoleiðis, skilur, þannig að það að sleppa tökunum þegar pressan er búin að vera mikil er allt öðruvísi heldur en þegar fólk er alið upp við að hafa frelsi. Annað sem er mikilvægt er leið og þú gefur fólki frelsi en þar sem það er frelsi er þannig að fólk, að
segjum bara krakkarnir á skólanámi eru vanir að láta ekki, sko, þeir eru vanir að það sé hlustað á þá, þeir eru vanir að taka sjálfa sig alvarlega, skilur, að því að þeir eru teknir alvarlega, að þá er miklu minni líkur á að þeir láti eitthvað yfir sig ganga, skilur, einhver getur gert eitthvað að sjálfsögðu, en þá mun hann fara og fá hjálp. Já. Eða bregðast við, skilurðu, fattaru. Þannig að þetta er alveg langt ferli sem við verðum að byrja, en þá líka ég verið gagnvart þess að þú segir yfirmennirnir, mér það er líka í hug, þegar segja bara, já, gerið þetta bara eins og þið viljið þarna lífsleiknina, bara þið með bara gera það sem þið viljið. Já. Það getur náttúrulega komið bara út sem auka álag fyrir undir mennina. Kannski er þá líka eins og bara verið að afsala sér ábyrgð að það þarf að gefa þessum kennurum meiri tíma, miklu meiri tíma, til að kynna sér, til að undirbúa sig, til þess að taka þess á sínum tökum, væntanlega. Já, ég held það. Ég veist, það þarf að búa það rými til og búa þann vana til, en svo þetta verður að líka þannig að, þú veist, það verður til einhverjar hefðir í einhverjum ákveðnum skólum, ég meina, þannig að, og kannski ef þetta er það vel, ein byrjun á þessu er bara einfallega að gefa einhverjum hópum af kennurum bara valdi yfir því hvað þeir gera. Þú veist, kennarar sem kenna tungumál eða eitthvað staðar, að það sé ekki deildarstjóri eða eitthvað heldur, þeir skipti með sér verkum og ákveði hvernig þeir geri hlutina. Þá er svona einhvern veginn venjast þeir að stýra þessu sjálfur. Þú veist, og það þarf að fylgja þá, ég meina, það er deildarstjórinu með einhvern deildarstjóralaun, þá þurft að dreifa því á hópinu eitthvað slíkt, sko. En svona upplýst, kærleiksríkt anarki, en samt ekki anarki, þetta er bara öðruvísi. Nei, en ég meina, sko, ég er að tala bara eitthvað sem er til í fyrirtækjum. Já. Þú veist, þetta er til. Það er enginn sem er meðvitaður um það er til, og það tala allir eins og það þurfa alltaf að vera að stjórna fólki. Þú veist, eins og, eini sem hafa áhuga á því að það sé góð menntun, það sé skólastjórinn. Þú veist, það er svolítið svona oft hugsunin, ég veit þetta ég er að segja íkja, skilur auðvitað, en það er samt svona, það er alltaf einhvern veginn yfirmaðurinn sem þarf að sjá til að það er eitthvað skrítið við þetta. Og eða þá yfirmaðurinn hafi vita á aftur því sem er að gerast á gólfinu. Hefur hann ekkert vita á því? Hann veit ekki neitt um það. Það er bara einfaldlega þannig. Og svo hann að vera eitthvað svona forustu það sem er að gerast á gólfinu sem hann veit ekki neitt og þetta verður eitthvað svona algjör brandari. Þannig að við þurfum þá öll bara að byrja allavega á okkur sjálfum og okkar tengslum við og svona okkar eyrum og hlusta, er það ekki, að því tíminn löpum frá okkur að þessu sinni, í þessu heimsbyggi kaffihúsi. En þú kannski kemur til okkar seinna og segir að það er blýmislegt sem ég ætlaði að spyrja það líka um einhverja tilraunir, tilraunir sem þú bjóst til og svo leiðis. Já, gaman að tala. En ef þú ekki bara hvetja hlustendur og áhorfendur til að svona byrja smátt og smátt að hvernig voru það, byrja smátt og smátt að svona hlusta á sjálfa sig og svona hvernig líður mér og fatta að já, það er gott að hlusta á sjálfa sig og það er líka gott að hlusta á aðra, skilur og bara svona taka utan eitthvað annað. Það segir nú bara Róbert Jack, heimspekingur og dósent á menntavísindasviði í veikindaleyfi núna og svo líka átti eftir að ræða við þig um föðurhlutverkið og fleira. Fáum þið kannski seinna til okkur á Rauðaborðinu. Við þökkum hlustendum og áhorfendum fyrir að vera með okkur í þessari samræðu hérna við Rauðaborðið í kvöld og segjum góða nótt, og það voru Gunnar Smári Egilsson, Björn Þorláksson og ég, Oddný Eir Ævarsdóttir, og hann Pétur Fjellsteð tæknimaður. Við sáum þennan þátt í kvöld. Pétur keyrir þáttinn út og án hans væri engin útsetting. Án ykkar væri heldur engin útsending, og ég vil líka minna ykkur á að hlustunin og umræðan það sem við erum að ræðum skiptir öllu máli, en svo er líka þakkarvert ef að þið vildu styrkja okkur, að því að við erum svona útvarp og sjónvarpsstöð sem er byggð upp á fjárframlögum frá almenningi, og inn á síðunni samstöðin.is er svona áskriftartæki. Þá segi ég bara góða nótt og sjáumst á morgun. Segðu það á Samstöðinni. Samstöðin er í eigu hlustenda, áhorfenda
og lesenda. Sláist í hópinn og gerist áskrifendur.